hvers vegna þú á móti mögulegri inngöngu Íslands í Evrópusambandið? Það nú svo margt. Fyrir það fyrsta þá ég alfarið á móti því að við séum að tapa stjórn yfir auðlindum og einnig það að við þurfum að samþykkja öll lög og allar reglur sem Evrópusambandið setur án þess að hafa nein teljanleg áhrif á það. Þegar að Evrópusambandið setur lög þá troppa þau lög, öll íslensk lög og líka stjórnarskrána og það rosalega mikilvægt að fólk geri sér grein fyrir því. Svo sjávarútvegurinn og það landbúnaðurinn og orkuauðlindanýtingin sem ég hef mestar áhyggjur af. Landbúnaður og sjávarútvegur umturnast. Við myndum þá taka upp kerfi Evrópusambandsins bæði í sjávarútvegi og landbúnaði og það hefur sýnt sig að þau kerfi ganga ekki upp og eru mjög óarðbær. Og víðast hvar í Evrópu sjávarútvegur ríkisstyrktur. Sjávarútvegur á Íslandi að gefa Íslendingum í ríkiskassan tæpa 50 milljarða á ári að ég held. Þannig að það væri mjög vont að missa það út í óarðbærni og í ríkisstyrki. Aðild að Evrópusambandinu kostar Íslands eins og staðin núna miðað við hagvöxt. Þá myndu Íslendingar greiða með sér allt upp í 14 milljarða á ári umfram það sem Ísland fengi frá Evrópusambandinu. Þannig að það eitt að innganga sé óarðbær mikill ókostur.